Velkomin í þáttinn Matmenn. Takk hérlega. Við erum hérna Bjartur og Davíð, hérna við erum búin að vera standi í þessu. Þetta sko veglegasta borð hinga til. Já. Fullt af kræsingum á borðið maður og kemur ekki tómhendur. Nei, hérna er borðið yfirfullt af ástum. Ástum. Já. Þetta er það sem við verum að framleiða. Búa til nýsköpunarverkefnið. Litla geðveikin okkar. Já. Þegar þú segir ykkar, er það þú og hver? Það er ég og kona mín, Fjóla Einarsdóttir og minn besti vinnur Ingólfur Þór Tómasson og konan hans Erna. Við erum tvær fjölskyldur sem ég náði að plata út í þetta skemmtilega ævintýri sem byrjaði 2019 eða 2018 þá ákvað ég sjálfur sem yfirkokkur á steikhúsi að venda kvæðið minni í kross og hætti að borða dýraafurðir af því að læknirinn bað mig að gera eitthvað í mínum málum. Annars myndi ég lenda á kólesteról lækkandi lyfjum sem eftir var í ævinar og ég sagði, hvað segir sér feitur eða? En ég vissi að það var að gera ýmislegt með mataræði sjálfur þar sem að pabbi minn hafði verið framkvæmdastjóri Ann Wigmore Foundation í Bandaríkjunum sem er lifandi fæði. Okay. Og eins og sagt er let the food be thy doctor. Já. Og ég segi ef við get ekki breytt þessu með mataræði og gert eitthvað gott úr þessu blessa meðlæti eins og við segjum þá var ég nú ekki góður mataræslumeistari þannig að ég mætti bara vinna daginn eftir og segi hei, ég er náðu vegan. Og hefur þú staðið við það síðan? Já, ég hef ekki borðað dýraafurðir fyrir utan ásta af því að ég verð náttúrulega að nota það líka sem svona viðmið á því sem við erum að gera af því að fór út í þetta ævintýri af því að ég gat eiginlega búið til allt sem að voru svona staðgönguvörur fyrir þessa hefðbundnu máltíðir nema mér fannst allir ostar svo vondir. Plastlegir kannski og eitthvað svona. Já, þetta var aldrei eitthvað svona sem manni langaði aftur í að veganostana sem voru til. Sem voru til þá. Þannig að, 2018 þá, eða 19 þá, þarna á þessu bili að þá sóttum við styrk til að uppbyggingarsjóðu Suðurlands til þess að fara að læra veganóstagerð í Þýskalandi. Ok. Sem ég gerði og það hefur verið að einmitt búa til hvítmiklu og blámiklu osta þar og þetta var rosa flott og ég hafði séð heimasíðun og ég bara, þetta lúkar vel og vona að þetta sé gott. Fór alla leið þangað til þess að fara á masterclass námskeiði þessu og leið og ég smakkaði það þá bara, hver angotinn, þetta er bara gott, þetta var búið til kassjunötum og fyrsta sem ég bara hugsaði, ég var nú að drífa mig aftur á skerið og reyna að búa til þetta hérna sko, með okkar yndislega hráefni og fólki sem við erum með, en þyrfti eiginlega að reyna að finna eitthvað hráefni sem að myndi vaksa hérna á Norðurskautslandinu. Kassjunötur. Kassjunötur. Það er ekkert voðalega mikið af kassjunötur sem vex hérna. Nei. Þó að, við ræktum nokkra banana í Hveragerði. Það var kassjunötur eitthvað legið á sér. En ég byrjaði að leggjast á internetið og grafa fyrir mér hingað og þangað og ágættur í að vita hvaðan maður fær upplýsingar þar sem skiptir miklu máli. Og fann aldagamla aðferð og uppskrift að kartöfluostum frá Pólandi. Af því að í rauninni þá er ostagerð, hún er bara 6.000 ára gömul eða svo sko, en vegaноstagerð er ekki alveg svona eins og, hún er að útskrifast af fæðingadeildri. Og hvað er eitthvað líkt í framleiðslu á svona kartöfluostum og þessum hefðbundum mjólkurostum? Já, þetta við notum eiginlega bara nákvæmlega sömu aðferðir og í hefðbundni ostagerð. Og þegar ég hafði séð uppskriftina þá
sagði ég bara ok, ég ætla að prófa að gera þetta úr kartöflum og einmitt hringdi í Ingo vinn minn og sagði, ég með hugmynd og hann sagði bara, ok, hvernig hefum maður þetta? Þannig að við fórum í Sorpu, fengum hann Sorpa, það veist, alltaf að reyna að nýta eitthvað sem búið að testa, eins og maður segir. Og við náðum í Coca-Cola kælir, söguðum ofan á honum og tróðum minn í þvottahús, konunni minni til mikillar gleði. En byrjuðum að búið til ost sem var eiginlega svipaður eins og þessi hérna sýningur. Þetta búið til úr kartöflum. Þetta svona eins og brauðostur. Já, lítur nákvæmlega eins. Já. Og sami litur og við komum við hann sko. Bara, stífur og fín. Maður veit ekki hvort maður á að éta þetta eða dansa við þetta eins og maður segir sko. Nei, og svona koma við hann, þetta bara ansi bara Þettur. Bara alveg eins. Ég bara, þú hefði alveg getað sagt mér að þetta væri bara klassískur brauðostur sko. Já, og það er málið sko. Og svo smakkaði ég hann og ég sagði bara, vá, þetta er geggjað. Tók myndaði þessu og skellti því í garðinn sem ég get kannski látið ykkur fá, en þá kom Kísi og ætlaði að fara að éta þetta. Og ef Kísi vill borða þetta, þá var þetta gott stöf. Þannig að þannig svona byrjaði ævintýrið. Já. Og það bara hélt áfram. Maður fór á alla staði sem maður gat til þess að reyna að komast inn í eitthvað smá rými til þess að halda áfram að þróa þetta, svona nýsköpunarverkefni. Og það var svona oftast eins og litla gulla hænan, sko, allir bara já, frábær hugmynd og hérna hendar ekki núna og þetta gekk svona í 2 ár. Þannig að við ákvaðum bara að stofna fyrirtækið og skýrðum það Live Food sem var nafn sem faðir minn hafði notað á heimasíðu til þess að aðstofa fólk í lifandi fæði og skemmtilegt frá því að segja sko að Live Food með vaffi, þá sagði ég við pappa hvað hérna, af hverju hefur verið með vaffi, ekki effi? Og hann bara eins og pappi var, mjög skemmtileg típa, dró mig bara nær og sagði, Eli, hætti þessu bulli, þetta bara lúkkar betur. Já, þetta, og bara máltu þetta. Það er svo Live Aid. Já, nákvæmlega. Þannig að þess vegna heitir þetta Live Food og svo við segjum Live Food, we make food for life. Já. Þannig að við settum F líka inn. Þetta ansi skemmtilegi rostar að sjá líka, sko. Já, þetta eru eiginlega fyrsta gerðin af ostunum sem við gerðum. Við búum til svona í hjólum. Svona stórum. Já, sem er kryddað með bara með okkar kryddblöndum og svo höfum við búið til nöfnin bara til þess að maður getur sungið þau líka sko. funky sem er með sveppum og íslenskum fjallagrósum og blóðbergi. Það er náttúrulega funky cold Madima og svo erum við með ítalskir stælar eða Italian style, bara bein falleg þýðing, eins og við segjum. Og svo er það taco, sem er bara taco. Og svo erum við náttúrulega með Veta Black, sem er til heiðus Rolling Stones. Og það er bara, ég verð að fá mig Veta Black. Þannig að þetta passar alls. Ok, það er gott að geta sungið ostana. Já, og við höfum þurft að í svona nýsköpunarverkefni sem að, já, er algjört marathón í vitleysunni sem maður segir alltaf að búa til eitthvað nýtt og við erum fyrsta og eina vegan ostagerðin á Íslandi í Quero Paradiso sem við segjum, hveragerði og við þurftum svona, já, að gera allt sjálf, bara pípuleggja og búa til húsnæðið og slípa gólfið með pinkulitlum slípurokk og búa til það var ágætt að vera með svona 35 ára reynslu í matareynslu og vera líka búin að læra hitt og þetta eins og viðskiptalögfræði og flugmann og leikarann og eitthvað svona til að undirbúa sig áður maður fyrir í heilaskólan en eitthvað slags hitta sig upp
og við eins og allir okkar miðar hafa verið búnir til af okkur bara sjálf og merkin líka og þetta allt svartkvítt af því að við höfum bara efna á ódýrasta brandara sem var svartkvítur en svo þetta bara orðið trend og venst alveg ósælega vel og þetta er bara breytast í eitthvað sem að nefnda síðan á tattoo á bakinu á manni live food og út frá þessu erum við búin að gera alls konar osta eins og kremostur sem er cream cheese og á honum er líka svona gúarkóði sem að fer beint inn á ástarkökun okkar í stæðan fyrir ástaköku við ákveðum að fara ekki út í að kalla þetta osta af því að, í sumum löndum þá má ekki kalla annað en hefðbundna osta sem eru búnir til úr mjólkurafurðum osta. Þannig að íslenskan er svo dásamleg, þannig að við bara ákveðum að kalla þetta ásta. Þetta er eins og ostur og hljómar eins og ástur, en þetta er bara með ofboðslega mikill ásti. Þess vegna passar það bara þetta er ástur. Mjög sniðugt. Og það er bara, gaman hjá okkur, sko, eins og hérna er einn vinsalasta og, erfiðasta framleiðslu einingin okkar sem eru veta-tinningar. Veta-tinningar? Já, má ekki heita feta, því að Grekirnir voru svo sniðugir sko, að fá enga réttin á feta. Þannig að veta bara passar mjög vel við og ég hafði fengið sérfræðinga í mjólkuriðnaðinum til þess að smakka þetta þegar við vorum að gera pröfuna að þessu og þeir komu náttúrulega með skemmtilegu skeifuna bara svona vegan, og það var fyrst sáu þeir bara vöruna og það bara og prófuðu að mylja þetta og smökkuðu það nei, sko ég bara það er bara ok vara. Ég get alveg viðurkennt það sko þegar við fórum að pælja að fá því að kynna einhverja veganosta og svona þá gat maður alveg sé fyrir sér einhvern svona bláharðan leiðindapésa sem að kemi hérna með einhvern glataðan ost sko en þetta lítur alveg bara nokkuð vel út og er búið að koma mér á óvart bara að sjá þá sko þannig að ég get alveg tekið undir það að þeir virka rosalega vel á mig og svona virka bara að því maður er bara vanur þessum innkeyptu veganostum frá Innes og eitthvað sem er bara eins og plast skífa sko. Já, þetta er yfirleitt svona ég held ég hafi fengið eiginlega alla og flottustu ostana sko frá Ameríku og allstaðar senda hingað til þess að þegar ég var að gera tilraunar og þetta var líka, varan okkar hún þarf að vera að hún passi líka á hefðbundið ostaborð af því að það er rosa gaman að fá sér ost frá Belgíu eða Himalaya-fjöllunum og búin til úr hvaða mjólk sem er og svo líka kartöfluostu frá Íslandi og þetta passar við og markmiðið var þetta þarf að vera þannig að það er gott að ég hef alla tími að senda þetta út úr húsi að þá er það nú gott sko. Og þetta þarf að vera þannig að mér finnst það gott þegar ég er mjög harður gagnrýnandi á þetta og megin markmiðið þarf líka að vera þannig að börnin okkar og vinir þeir fyllist stolti ef að það er verið að tala live food vörunar einhvers staðar utanlandir og þetta þarf að vera þannig að manni langar í meira og þetta þarf að virka líka sem staðgöngu vara fyrir hitt. Já, akkurat. Og það er bara það hefur verið okkar markmið og held að okkur hefði tekist það bara nokkuð vel við komum til dæmis með í staðinn fyrir mozzarella pizzaostinn, þá heitir hann alltaf kartarella. Það er búið til úr kartöflu. Og maður aðeins að útskýra þetta fyrir Ameríkonum, þetta passa mjög vel við Skandinavíu, sko, kartóflu. En
hann var gerður ekkert fyrir löngu síðan sem að ég gerði það og það var snillingurinn og hjónin hérna í Ölverk pizzastaðnum hérna í Hveragerði. Þá kom hann einmitt til mín áramót og sagði, Elli, geturðu gert pizza á, veist? Já, sagði ég. Ég bara, úps. En það á geta að setja pressu á sig og eftir 2 tilraunir, af því að maður var komið með það mikla reynslu, sko, þá lagði ég það fyrir hann og það var svo gott að leggja það fyrir hann, af því að hann mikill gæðamaður og passa vel upp á gæðin og segir bara eins og hlutinir eru og hann sagði bara, Elli, þessi ostur, hann bara bráðnar betur, lúkar betur og bragðast betur heldur en Víolæf. Já, okay. Og það náttúrulega ekkert smá fyrirtæki sem að, þú veist, við erum í samkeppni við eða þannig, sko. Og það var bara frábært, yndislegt. Og mikið stolt og við segjum bara, já, litla Ísland, sko, besti heimi, Uber alles, maður, við gerum þetta. Við höfum aldrei verið þekkt fyrir hróka. Með höfðatölu, eins og settir. En verður hann svona gullin brún eftir að búa bakan, þú veist, eða hann ekki þannig? Jú, hann byrjar að karmelarast líka, sko. Okay. Já. Og svo alltaf bara, hvað hann svona hvítur? Já, mozzarella hvítur. Hvítur, já. Og að því að við, þetta eins og til dæmis með þennan hérna, sem að þetta er til dæmis eins og hérna cheddar osturinn. Hann litaður bara með gulrótum. Já. Íslenskum gulrótum. Og aftur, þetta helvíti líkur liturinn, sko. Já. Alveg svakalega. Þú hefðir alveg, ef ég hefði ekki vitað og þetta var allt veganóstur, sko, þú hefðir alveg platað mig strax að þetta væri cheddaróstur, sko. Já, það líka málið. Við erum bara til að plata. Nei, ég segi það. Nei, alveg gjörsamlega og það bara eins og aðferðarfræðin við notum hérna vetateiningarnir eru í kimchi olíu. Já, ég var einmitt að segja það, kryddjurta olíu. Og þá fór ég gegnum allt kimchi sem til og bjóða til en svo eru þau frábær hérna sem að framleiða íslenska kimchi og súrkáli. Þannig að ég byrjaði að fá kimchi frá þeim og svo fekk ég líka bara vökvann sem að kemur af því og ég náði að infjúsa hann bara inn í olíuna með litnum og bragðinu og öllu. Og svo bara ferska kryddjurtir út í þetta og drunnuber og þetta er bara nam, sko, eins og við segjum. Já, en eins og með hérna rifnaostin og svona, gæstu bara gert þetta eins og bara búið til stóran ost og rifa það niður? Já, og fyrst byrjuðum við að rifa niður en hann var miklu stærri, sko, 9 millimetra, það er yfirleitt, sko, 6 millimetra, sko, eins og þessi er, sko, 67 millimetra. Af því að við áttum bara þannig skurðarjárn og það var bara til þannig skurðarjárn hérna, þannig að við bara byrjuðum þannig og það bara virkar eins og þetta er bara sömu aðferðafræði nema þetta er búið bara til úr öðru. Já, þetta er ótrúlega spennandi. Og þetta var líka ástæðan af hverju við fórum út í pizzaostina því að til dæmis eins og keðin hérna pizzan.is, sko. Þeir eru bara með veganostinn frá okkur. Já, geggjað. Og þetta er að því að við höfðum ekkert náttúrulega kapital eða neitt til að selja þetta eða dreifa þessu eða þannig þá þurftum við náttúrulega, við þurfum alltaf að finna lausn á öllu eins og þetta er, sko, neyðin kennir nakinni konu að súludansa, nei, spila. Úps, nei. Þá hérna hafði ég sambandi við þetta frábæra fyrirtæki Garri, til dæmis. Og ég sendi bara við þá að þeir myndu dreifa vörunum okkar. Að því að við fórum bara strax, við erum að undirbúa okkur að komast yfir á smásölumarkaðinn. Að því að við höfum bara, búin að reyna að tala við hann Kára hérna hjá íslensku, hérna, er það greiningu til þess að láta græða mig fleiri hendur, sko, en það er ennþá í vinslu. Þannig að við þurftum að finna lausn á því bara og ákveðum
að setja vörurnar okkar í stærri, það er að segja svona eins og veitingahúsa og stóra eldhúsa einingar til þess að við gætum gert þetta og þá sér bara Garri að dreifa þessu fyrir okkur og hefur bara stutt rosalega vel við baki á okkur og þetta hefst bara með dröllatrú á því sem við erum að gera og aðstóð frá öðrum eins og flest okkar tæki eru annarkvort lánuð eða fengin notuð annarkvort á slikk eða hirt úr ruslinu og gert við af því að það er bara ekkert annað option Nei. Okay. af því eitt svona tæki bara ef þú ætlar að kaupa bara tæki til þess að pakka svona sko, það er bara 20 milljónir og það er bara hluti af því sko. Akkurat. Gott viðhaldið og... En hvernig er svona að eiga við hérna almenna mann á markaði? Eru menn að taka vel í þetta? Fólk sem til dæmis er ekki vegan? Það er nefnilega það, við erum alveg óbúslega þakklátt fyrir það sko. Þess vegna er gott að vera leikar líka sko, mann er að plata Nei, við erum búin að taka þátt í og við erum búið á rosalega marga markaði og sem að við höfum bara notað eða sem test og það er kannski bara 0,1% af fólkinu sem er þar sem er bara hardcore vegan en yfirleitt þá er það bara næstu 100% hvað fólk tekur vel í það og við höfum gert sko til þess að sína hvað er þetta að gera með þetta eins og að búið til Mexíkó kjúklingaútgáfuna sko í vegan núna jólin þá gerðum við vegan steik og settum hana innbakaða sko og þá hérna náttúrulega ekki Wellington heldur Ellingoton að því að það var Elli og Ingo sem gerðu það og við settum ostan okkar í sko að því að ég var ekki alveg nógu sáttur við það sem var í boði að því að mig vantaði að fá sömu tilfinningu og hinir sem að sátu við borðið voru með hamborgarhryggjinn eða lambalærið ekki eitthvað baunabuff með grænum baunum í sem að ég notaði líka með minn eiginlega sem mælikvarða á að því að löngunin í sem hann bara búinn að vera að borða sko hefðbundin mat í 165 ár eða veist, í 45 ár og svo bara hættur í því og þá er náttúrulega allt hérna uppi sem segir bara já ok, fara nú að hætta þessu rugli hérna, þetta er fyrir fram að þig borða þetta líka en ég bara, nei, ég ætla bara að búa til staðgönguvöruna og ég hlusta bara líkamann á mér og þegar eins og ég bjó til dæmis túnfisksalat ég elskaði brauðtertur og majónes og það er ekkert mál að búa til majónesi og nú er komið hágeða majónes sem er vegan sem já, bara geggjað alveg geggjað sko og ég bara bjó til ég hafði fundið jackfruit í Netto sem var svona hágæða sem að leit út eins og bara svona æðislegir hérna svona túnfiskbitar ég bara, vá, þetta bara lukkar vel að því að jackfruit sko risastórt og hefur verið kallað sko kjötfátækamannsins út af bara hvað þetta er líkt í hérna drefjum og uppbyggingu og ég notaði það en svo var bara svona vassbragðaði eða ekkert bragðaði en ok, það er alltaf leið ok, í túnfisksalatinu, egg, já, silki tofu eggjahvítan með eggjarauðuna jú, það er bara nota grahamsmjöl og búið til svona eins og skrambult egg áttu komið það, majónesið laukurinn, kryddið út komið síðan bitana í þannig að já, þetta lúkkaði bara eins og venlega túnfisksalat og svo smakka maður og þá segir líka með já, nei, þetta er ekki túnfisksalat það vantar eitthvað og hvað vantar? Það vantar sjóinn já, hvar fæ ég sjóinn? Já, söl þannig að ég tók bara söl og ég bara duftaði það eiginlega og ég setti bara út í það leiði það að bíða í svona 10 mínútur og svo smakkaði það og það bara svona líka mér kom þá bara svona
komin og ég bjóti brauðtertu og leiði að smakka bara svona litla útgáfa sagði ekki neitt og það var enginn sem fatt að það var ekki dúmiskur Já, ok Það er magnað, sko Nei, já Nei, veist, þetta er alveg hægt sko að því að já, ég hef ekki farið út í pólitíkana í sambandi við vegana og okkur leys. Ég var að gera þetta fyrir sjálfa mig og fór síðan 2 árum setna til læknis að því að ég misti líka ég var 25 kílóum þyngri en ég er núna sko og ég gerði ekkert ég fór ekkert í ræktina því að með athyglisbrestunum og gleymum að því alltaf en bara án þess að gera neitt þá hrundi að mér kíló en maður tók bara svona Elvis Presley og það bara heil 2 vikur og þá bara kom endalegt út bara hvaðan kemur allt þetta sko og ég hótti síðan læknisins í test á öllu og þetta var ekkert í janúar, februar og það var allt í topp standi nema aðeins lári D-vitamini það er náttúrulega engin sól það var ekkert mál að þetta því það kannastu það en eins og ég sagði með ostana sem að ég fekk allstaðar á heiminum og ég keypti allar þessar bækur líka og prófaði þetta og ostagerðin þar sko maður vissi ekki alveg hvort maður var að búa til kjarnorkusprengju eða einhvern mat út af öllum innihaldslýsingunum og allt á því En ég er búinn að skoða núna nokkra og hérna bara innihaldslýsingarnar og ef ég segi eitthvað sem ég tek eftir er að það er hvergi, ég finn hvergi neitt sem að segir að það sé e-efni í þessu Nei. Það er svona yfirleitt að fyrsta sem maður leitar í þegar maður er að skoða eitthvað sem á að vera hreint og flott sko og ég sé að það er ekki að finna á neinum ostum hérna en e-efni í sjálfum sem eru ekki öll slæm sko. Nei það er nefnilega volið því að þeim er gefið bara jú, við erum með ég er með rótandarefni í þessu eins og þetta er sko sem að er bara sama efni og er notað eiginlega í flest allar matvörur og í víngerð og bjórgerð og allt svoleiðis sem er náttúrulegt sko. Akkurat, en það er bara svo oft að minni reynslu allan að þegar kemur að alls konar vegan mat sem er bara soja, prótein, ykkur svoleiðis kjöt eftirlíkingar í rauninni frá þessu stóru fyrirtækjum að það virðist eins og að sé mjög mikið verið að setja inn einhverju svona sódíumefni og eitthvað svona til þess að ná upp einhverju brauðum Já, það er við höfum reynt að hafa okkar vöru eins hreina og bara mögulega hægt er af því að það er bara betra Já. og yndislegra og við meiri segja við vorum með 2 bindiefni þegar við gerðum kremóstin okkar fyrst og það var bara út af því sko að við vorum ekki með fitusprengara og fitusprengjarinn þarf bara til þess að ná því saman og þannig að skilji ekki sko en ég fann lausn á því með því að nota 2 efni sem er soja, lecitín og gúargömm í ákveðnu rosalega litlum hlutvöllum til þess að ná þessum eiginleika en að því að núna erum við komni í yndislega samstarf með sölufélagi garðyrkjumanna í einum grænum sem að eru með frábæra framleiðslu aðstöðu hérna í bænum og eru með tækin og mannaflið sem að okkur vantaði að því að ef við ætluðum að reyna að skala okkur upp þá þurftum við 500 milljónir og nýtt húsnæði að því að öll þessi tæki okkar húsnæði 220 hörmundrar það er kannski nóg fyrir að pakka einni tegundu ost og með þeirra aðstöð þá gat ég fækkað og náði að taka út þessi 2 bindiefni þannig að hann er orðinn ennþá hreinni sem maður segir sem er bara æðislegt Það er frábært Ég er ógeðslega forvitin að hvernig þú gerir þetta sko því að eins og segja þetta er brostur það er bara ekkert sem að segja mér að þetta sé kartöfluost ástur það er bara ekkert það er markmiðið að ég vildi hafa þetta real, gott og æðislegt það var náttúrulega skipti öllu máli að því að allir þessir ostar sem ég fekk til dæmis frá Bandaríkjunum sem var rándýrir
og frábærir og seljast í þvílíkum tónum hann úti. Pakningarnar voru bara, wow, hvað þetta flott. Og svo opnaði ég og ég var að smakka það og fór að skellihlæja og var ekkert smáglaður að ég sagði, þetta var ekkert mál að toppa þetta drasla sem ræði og þá bara, já, við bara gerum þetta á Íslandi að því að markmiðið okkar náttúrulega ekki bara Ísland að því að við erum náttúrulega við erum alltaf svo stórhuga sko. Já. Og við munum hvernig smekkleisa á sko, það er heimsifir á það döði og við höfum alltaf sagt sko, ef við getum flutt sko, nætusaltaða ísum við sagði klæst í Bandaríkjana þá getum við alveg flutt hágeða osta sem eru búinir til með okkar íslenska dásanlega ráefni og reina vatni og náttúrulegum orkugjafa því að við erum að nýta líka hveragufuna þess vegna var mikilvægt að geta stofnað þetta í Hveragerði til þess að geta notað jarðvarmann og gera þetta ennþá meira sexy. Íslenska kartöflur sem eru að nota í þetta? Við ljótum hluta af því íslenskum kartöflum sko. Já. Og það er til dæmis ein vara sem að núna getum við loksins farið að setja aftur í gang sem að eru kartarella sticks eins og mozzarella sticks sem að alveg dásamlega góð afurð og þegar ég lagði hana fyrir mikla matsnillinga þá sögðu bara, nei, þú voru bara að setja þetta í gang þetta bara gott stöf skilur skiptir engum máli vegan eða ekki vegan skilur þetta bara gott og við bara, já þannig að við þurftum að pannera það og gera það allt og ég og Ingo vinnum mjög vel saman og ég sagði, já, ok, við prófum að pannera þetta þannig að ég fór aftur í sorpu og fekk það risa borð og vaska og bjóti panneringarlínu og svo brettum við upp ermarnar og hefum vídeo að þessu sko já, nú sjáum við hvað við getum gert mikið og hvort við getum ekki sett þetta á markað og klukkan 2 nóttina þá sagði ég stopp þetta ekki hægt það ekki séns að gera þetta svona í neinum magni sem nokkuð tíma myndi borga sig ekki nema við getum selt þetta kannski á 38 krónur hálft kíló þú veist sem var náttúrulega gengur ekki upp þannig að við þurftum að setja það á hold en við erum að vonandi að fara að geta sett það í gang Já, það nú til alls konar panneringavélar sem eru ekkert allt og dýrar Já, allt og dýrt Já, ég skil ég reyndi en af því að brentarinn svarthvítur þá leitaði ég einhverjum gjaldmiðli sem væri svarthvítur bara að reyna að brenda peninga en það veist ekki af því að þetta eins og við segjum það alveg eins og með nýsköpun og svona frumkvöða dæmi þá þetta algjört marathon og yfirleitt sko leggja sko 99% af svona nýsköpuna fyrirtækjum niður af því að þetta svo erfitt og líka út af bara fjárhagsaðstoð sem svo lítil hérna miðað við til dæmis það sem við erum að keppa við erlendis frá og það bara fólk bara gefst þau sem bara mjög skiljanlegt en þá borgaði sig að vera með til dæmis athyglisbresta þegar maður svo fljótur að klema og maður bara heldur áfram og hefur bara gaman af Já, og meðan maður hefur gaman af þá á maður að halda áfram það ekki alltaf reglan Jú, og bara með ekki láta sig drepast úr leiðindum Nei Má ég smekka, veit svona heldur betur maður og hérna til dæmis þetta ítalski stælar þetta uppáhalds ortur svona minns þetta með ítalskum kryddjurtum sem við bjuggum bara til kryddblönduna sjálfur af því að ég prófaði alls konar svona kryddblöndur og þá eru líka alls konar efni í því líka og ég bara nei en ég get alveg búið það til og bara gerði það bara sjálfur því að þá maður bara líka með eins og við viljum hafa þetta eins hreint og fallegt
og við getum, en samt þarf það að vera, betra, gott og best. Og við erum núna að fara búið til hvítmiklu og blámiklu. Nei, geggja. Hvernig gerir maður það? Hvernig Það nefnilega, ef ég myndi segja ykkur þá veist ég að drepa ykkur. Þetta galdrakallinn segir ekki leyndarmálin sín. Nei, í rauninni þá það ekkert gert öðruvísi. Það á sorpu, þú veist, það meglaðast það bara. Nei, það bara, við notum sömu aðferðir og ætla bara að nota sömu aðferðir og hefðbundna miklóasta, kambert og gráðost. Og þetta bara gert með þessum gerlum og það bara hitastigið og rakastigið sem þarf að vera bara rétt og hann lyktar mjög vel. Og þessir bráðna líka af því að það er fituvaldi kókosolía sko, þá verða þeir stinnari sko, en mýkja síðan upp og þetta bráðnar í sósum og á pítsum og í bótréttum og þetta eins og með sveppaostinn og piparostinn, mylja hann bara út í hefðbundna rjómasósu eða blöndusósu og þá ertu bara komin með sósuna. Þegar ég bjó til sveppaostinn sem endilega testa sko, þá hugsaði ég hvernig á ég að búa til bragðefni að við höfum ekki efna á því að búa til bragðefni og bara hugsaði, grunnurinn bara, ég ætla bara að búa til grunninn eins og ég var að búa til eðal sveppa sósu eða súpu og svo var það bara notað sem grunnurinn í það og þess vegna þetta bræðan bara beint út í rjóman. Hann bráðnar alveg upp manni líka. Já. Og þetta ekki þessi típiski veganost sem að kannast við, þú veist, Nei, ekki allt annað. Já. Og ekki þetta eftirbragð sem að kemur svona... Nei, það ekki svoleiðis. Já, það bara... Og það líka, sko, hann vel kryddaður. Já. Þessi ítalski var alveg, þú veist, þú fegst áferðin og ostinum og allt þetta, en þú fannst líka alveg mikið bragð af kryddunum og svona. Já. Og meðan þessi svona aðeins mildari bara vegna sveppur, en þú finnur alveg greinilega líka sveppa bragð, ekki bara þetta svona sveppa krafts umami púsbragð, heldur þú finnur bara náttúrulegt sveppa bragð. Geggja góður. Já. Ég bara... Og henni rjómaostinni, kremostinni, sko. Já. Þú veist, þetta smyrja aðeins á sig. Já, hann... Það var að selja þetta í blöss bara. Ég ætla að segja þér, eins og Og hérna kaka, ostakaka sem það einmitt búin til með þessum. Já. You're crazy, man. Free Helsing. Ég ætla bara... Afsláttur. Ég ætla að segja aftur, ég bjóst við mjög litlu, af því að ég bara... Maður eitthvað svo... Þess vegna komið mér svo stórt. Maður eitthvað svo beiglaður á brotin þegar og fordómafullur þegar kemur að vegan og maður bara verður að viðurkenna það stundum. Já, ég veit. Og ég hef séð svo mikið að lélu vegan stöfi. Já, ég veit. En hann hlýtur að vita það. Nei, veistu, þú ert í alveg búin að koma mér verulega óvart. Mér finnst þessi tveir hérna sem ég er búin að smakka finnst mér alveg gríðarlega góður. Sko þessi sveppagæi, sko, þetta alveg bara, þú veist, ég get bara éti hann og bara verið sáttur, sko. Alveg bara... Þetta, ég gæti alveg hugsað mér að vera með þetta í boði og ostaborðið heima. Já. Bara... Hérna ástarkaka sem við settum í krukku og þetta var... Hún er 2 eða 3 vikna sem ég sett hann í krukkur hérna. Og hérna tók ég eina sem við gerðum með kanil epla pæjustæl. Þessi ógeðslega góð með. Þetta fáránlega gott. Og þetta búið til úr kremótinu. Þetta ógeðslega gott. Og af því að ég
var að gera test á því að frista þetta Sko, og það bara virkar. Þetta er fluffy. Þetta er ekki eins og maður myndi halda að þetta væri svona eitthvað heavy. Þetta er svona rosa létt. Sætt, Sætt, berja. Þetta var ókvíslega gott Þetta líka. er alveg ríkalega gott, sko. Bara ískvað, sko. Þetta er bara... Og hvað, hérna erum við með ostaköku? Þetta er ostaköku með kanil, epla, bæju, stæl og hún er frosin, þannig að þetta er orðið meira svona eins og ice cream, you scream, we all scream. We all scream for more ice cream. For kake. Svo, Við vorum að lefa tæknimönnum líka aðeins að það séu sig. hann er farin að naga á sér neglundar Þetta Já. ekki bara fint, ég var ekki Þetta búin er að smaka. ókvíslega gott. Ég ætla að viðurkenna, ég er steinhissa. Á góðan hátti ekki. Jú, Guð. ég átti ekki vona á miklu. Nei. Af því að maður hugsar alltaf bara vegan hitt og þetta allt og svona Varúð vegan. Já, þú veist, ekki beint, það er alveg sumt eins og þú segir, majónesi Já. fyrir mér skiptir engu máli hvort að þetta sé vegan majónes eða þetta klassíska eggjarauðu majónes því að mér finnst bara eins og Gunnars vegan majónes bara jafnvel betra Já, ég er sammála. Sammála. og þannig að auðvitað ger ég mig grein fyrir að það eru vörur en maður bara svo brendur á svo miklu að lélugu stöffi Já. Við ætlum að laga það. ég hef bara skál fyrir því Já, ég segi líka. Skál fyrir ykkur. Yndislegt. og ég meina við höfum alveg tækifæri líka á því á Íslandi að það er mikill túrismi og svona að setja okkur á kortið sem smá eitthvað svona gúrmei framleiðslu bara land þar Við sem eigum að gera það. ég er sammála bara, og það er bara svo gott tækifæri til þess Við eigum alveg óbóðslega flott hugvit hérna og æðislega tráefni og það er það sem að við eigum að vera sko í framlínni á svona þróun af því að út af smæðar okkar þá getum við aldrei keppt við þessi stóru lönd í framleiðslu getu. Já. En við getum keppt við þau sko í gæðum og hugviti. ég veit að sko Það er það ég sem veit- við eigum að gera. Sko. veit að kennararnir sem að kendu mér í MK sita hlæjandi heima núna og benda á mig að því að ég man þegar þeir sögðu mig við á Íslandi eigum að stefna meiri sjálfbærni og nota það sem við eigum betur og ég sagði hvað eigum við bara að geta kartöflur og rófur alltaf það þannig ertu búin að nota það í hans skemmtilega hlut sko. Ég bara með nú. Kartöflur og gulrætt. þetta er geggja og ég bara segi bara vel gert Já, Thank you. ég segi það sama. og mæli bara klárlega með að allir kaupi ost og smakki En er bara hægt að kaupa þetta hjá Garra sem sagt? Eru þeir að selja þetta eða sem sagt senda þetta í einhverja búðir? Við erum með nokkra yndislega trygga viðskiptavinni sem að við höfum náð að sinna eins og Sólsýnt búðin og Flúðum Made in Æsland á Selfossi Urta í Hafnarfirði og svona fleiri smærri búðir og nú er ég örugglega skammaður fyrir að gleyma ykkur en við erum núna vonandi bara á næstu vikum að geta farið að setja þetta þá við frábært samstarf til dæmis við Haga fengum nýsköpuna styrk frá þeim fyrir 2-3 mánuð síðan og ætlum að ná að setja okkar fyrstu vöru í neytendaumbúðir þá í Hagkaup núna fljótt. Geggja. Og svo er það bara Asía og Bandaríkin. Já, lámar. Áður en við förum til Mars. Já. Alltaf að hugsa stórt, er það ekki? því er ekkert annað Stóra sviðið, menn eru vanið því greinilega. Það er bara þannig. Ertu eitthvað að leika? Á hverjum einasta degi. Nei, ég gerir þetta ekki. Já.
maður nær að hoppa inn öðru hverju Okay. sem að æði af því að eins mikið og manni langar til að gera allt þá tekur þetta svolítið mikið tíma og maður hefur þurft að fórna því að sprikla á sviði sem að var rosalega gaman en maður var búinn að sprikla ágætlega á sviði, maður var búinn að eins og við segjum, við erum svo stóru að hérna að fara með Vesturporti með Shakespeare á West End til London og var með að segja skammaður í leiklistarskólanum fyrir að fara á litla Ísland og maður verið komið með umboðsmann út í Bretlandi til að taka þátt í söngleikjum og svoleiðis og bara nei, ég ætla að fara til Íslands. Já, ok, farðu bara til þitt litla Íslands. 1,5 ári seinna, sko, að þá komu sömu kennara til að horfa okkur á West End eða Young Vic, sko, með Shakespeare sem bara, haha. Meir sem ykkar Shakespeare. Og það bara yndislegt og ég hef náð að hoppa inn í sviðið ekki hægt að því það svo tímafrægt eins yndislegt að það en maður nær að hoppa inn í svona cameo hlutverk í bíó og sjónvarpsþáttum og eitthvað svona svo verbúðin og núna síðast var ég sem svo aðeins var ég í yndislega nýja dæminu hjá Vesturport sem að Vigdís og það sést ekki í mig sko Já, og það var nýbúin að ná að jafna mig á fótbroti en fekk samt að vera með sko að ég sagði please ég verð að fá að vera með þó ég sé bara maður sem lappar fyrir utan klukkan ég get ekki rosalega vel með hnakkanum sko þannig að ég legg fulla kallinn sem lappar á götuna og hreyti í liði sko ég bara, en ég með, ég á kreddlistanum þannig að já, maður nær aðeins að næra listagyðuna á þessu að því að hún er gröfuhörð og frekja en hún heldur sér góður eða maður fær bara svona aðeins smá taka karaoke í Ölveri er komið karaoke herbyggið þangað? Í Ölveri? Í Ölveri? Já, það er alltaf verið karaoke þar Já, Björnlinn hann hvað, hann ekki aðlegandi á því Já, það ekki, ég mikill karaoke kall sko Hva? Ég er mikill karaoke kall Þá veitu alveg Já, það er beint á Ölveri og hlustum á Bjart syngja Ég er svona karaoke frekja samt sko Já Ég vil helst að allir séu að horfa bara á mig og ég syngi bara plötu kannski Það er langt best Já Alveg gjörsamlega, þetta er bara eins og maður á mínu viti Ertu að tala Mariah Carey eitthvað svoleiðis? Nei Tekur Celine Dion alveg bara, ok nú hlustiði Nei Hvað tekur þú senuna hana bara í Titanic Nei, ég sé þetta fyrir mér I did it my way Já, ég er bara til í allt annað sko eða fyrir utan náttúrulega allt sem að þú nefnir Mariah Carey og Dion og svona ég gerir mér grein fyrir reyndjunu sko skiptir mann miklu máli Ertu að fara að taka 50 cent eitthvað þannig? Nei Nú Svo segir bara þetta á að vera Já. Hvað er það er þú sem ert að upplifa þetta vitlaust Já, þið eru bara, þú veist, já En aftur á þér hvað Loksins hvað er svona eru þið alltaf að þróa næsta hást, næsta verkefni eða þið eru svolítið þið haldið bara áfram að bæta í safnið Já, það er nóg til eins og sagt er og Fjóla góra mín yndislega hún hefur náð svolítið að halda manni aðeins niður á jörðina sem þarf sko. mjög mikilvægt og ég er svona búinn að lofa því að koma ekki fram með fleiri tegundir yeah right Ups, Fjóla sagði vegi en það er bara ég meina það er nú bara hvað tæp 2 ár síðan eða við komum á markað Já og við erum nú þegar með 9 tegundir
og við komum eiginlega fram með þær bara strax. Og það bara hluti af því sem að Já, til. Algjörlega. Nei, það þess vegna svo yndislegt að vera í til dæmis eins og ostagerða því að það svo rosalega skemmtilegur canvas af góðum ostum og mig langar bara að búa til jafn góða vörur eins og þessir bestu í heimi og gera það frá Íslandi með okkar hráefni og okkar hugviti og okkar dásamlega fólki og það bara við ætlum bara að gera það og við vorum einmitt sem betur fer og yndislegt fengum smá styrk frá lóginni í að og sem gerir okkur kleift að einmitt fara yfir í hvítmiklu og blámiklu ostagerð með hefðbundum aðferðum. Þannig að ég fæ að gera meira. Þegar þú segir lóa, hvað það? Nú veit ég ekki hvað það segja, meina, fuglinn fljúgandi. Þetta eru nýsköpunarstyrkir og nú ertu eiginlega að setja með þessi róastang bara með því, flettið því upp. Okay, come on. Við erum að tala live food hérna og mig. Great save. Vel svarað. En hvernig, að því að nú ertu búin að vera vegan hvað lengi? Það var, 2018. 2018, 7 ár. Hvernig að vera vegan á Íslandi? Hvernig til dæmis að fara út að borða? Hnetusteik. Það ekki bara alltaf hnetusteik? Það við eigum náttúrulega alveg frábæra matvörslumenn og æðislega staði, sko. Og oft á tíðum þá ég veit ekki alveg hvernig þá borða ég yfirleitt heima, sko. Ég býð það til sjálfur, sko. En já, það getur verið strempið að fá eitthvað sem að eitthvað svolítið í stíl líka við matseðilinn sem í gangi og maður sé ekki alveg viðsennisgaurinn, sko. Á meðan hinn eru með steikundar og eitthvað svoleiðis, sko, því það eru til alveg frábærar vörur sem auðvelt að hafa á þessum matvælum. En það bara, eins og maður segir, það alveg hægt að fá frábæra rétti og hægt að gera það gott á þess að taka með sér í bóka með. Nú langar mér líka að spyrja út frá þessu meira svona, hvað segjum að þú að koma í grill og það var allir að koma með sína eigin steikur, hvað myndið þú koma með? Tofu. Ægi? Nei. Fyrir það fyrsta, sko, þá bjó ég til grænkerasteik og þá notaði ég notaði hakka sem grunninn af því að það bara, mér finnst það alveg frábær vara sem þau eru með og út í það setti ég 4 tegundir af óstórum okkar til þess að ná bara góðum þéttleika og bjó til steikina þannig að hún bara frábær, svo notar maður bara til dæmis eins og brúnsósugrunnin frá Knorr sem vegan og út frá því getur þú búið til eiginlega allar brúnar sósur eða þannig og þá líka hægt að móta það bara annarkvort sem steik eða í burger eða í pilsur eða eitthvað sem og þá yfirleitt tekið það en ef ég ætla ekki að vera með eitthvað vesen þá myndi ég frekar bara ég myndi taka bara zucchini eða svona harðara grænmeti og svo myndi ég bara pensla það og krydda það vel þá ertu með sama feelingin sko. Og það alveg hægt sko eins og að taka portobello sveppi og steikja þá flott og þá pensla þá með einhverju góðu kryddolíu og þá ertu komið með steikara feeling á þess að þurfa að búa til
og svo bara milja ostin yfir og fara að dansa. Þetta er bara dansalegð. Af því að það er svona setningi sem að kemur svo oft eins og bara hjá einhverjum virkum í athugasendum á netinu og svona þegar verið að tala um eitthvað svona vegan að fólk er að spyrja sig ef þau eru svona vegan, af hverju vilja þau þá borða matinn eins og þeir sem eru ekki vegan? Er það ekki bara samt hluti af stemmingunni? Er það ekki bara aðlega það? Jú, það er hluti af stemmingunni og það er bara líka það, maður er alinn upp við þetta og líka stundum vill maður fá tilfinninguna eins og allir hinnir án þess að borða dýraafurð og þú getur alveg gert það en það er líka í fínu lagi ef þú vilt ekki gera það og ef að þú vilt alveg fara hjá því sko en maður verður svolítið eins og maður segir vegan þarf ekki alltaf að vera blanda saman við pólitík. Nei. Það var ekki búið til sem pólitík, það var búið til sem lífsstílsfæði og út af heilsufarsástæðum en mjög fljótlega þá nú ætla ég að fara aðeins út í pólitíkina þá sameinast að PETA samtökunum sem eru frábær samtök sem eru bara dýraverndunar stunni í sambönd og það er oft sem að pólitíkin er svolítið mikið alltaf að fara hérna á milli en það á ekki að vera að blanda því saman sko við mat af því að eins og við höfum talað sko að það er þrennt sem að þú getur eyðilagt partí með. Það er að tala pólitík, íþróttir eða trúmál. En þú getur talað mat við alla. Og það er allir sammála að vera ósammála það. Og bara, njóta þess eins og pólitík á bara að vera á sínum stað eins og Laxness sagði sko ef að pólitík væri hundur, þá myndi ég taka hann út á hlað og skjóta hann. Það er þetta bara ansi góð orð. Laxness maður, með þetta. Það klikkar í. En hvernig er KFC, hvernig eru þeir með þetta? Já, þeir eru konum með mjög gott vegan útgáfu af sínum vörum. Já, þeir sniðu líka, þeir voru ekki þeir sem að bæta alltaf við ekki bara undan. Já, ekki kjúkling. Ekki, já, þannig að þú veist, þetta er ekki singer, twister, þetta er ekki, heldur sniður. Já, það var nú alltaf röddin fyrir það í 6 ára, eins og sagt er. Og hvernig hljómaði svo rödd og elsi? Já, þið heyrið það kannski, ég get farið með eina hérna, þannig að ég lít nú að fá afslátt næst, sko. Nei. Já, þið heyri kannski hversu langt síðan það var á hvað þetta kostar. En hérna, nú fær ég með náttúrulega mikrofónu svo við tökum þetta alveg í djúsin. Barbecue Twister, franskar og gósa á aðeins 799. KFC, svo gott. Helgi Að veta eða ekki veta engin spurning auðvitað á maður að fá sér veta live food live food sko, ég laði einnig líka Kimsi kryddjurtar olja maður, veta opnaði kveikendið maður, testaði það. En er ekkert sem þú saknar að borða? Eins og bara kjötsúpa. Ég hef búin að búti vegan út og kjötsúpa. Þannig að það bara, ef þú fær einhver tímann kreifing að þið bara hugsa að djöfull var ég til í salta hrossakjöt eins og afi gerði það eða. Já. Þá bara finnur út úr því. Já. Og það er rosa gaman. Já, bara. Og þá bara hlusta maður á líkamann og þá bara, já, það bara. Já, þetta er alveg ótrúlega. Þetta er alveg fáránlegt. Sko. Þetta er í kimchi olíu með ég get alveg hugsað með þetta og basil á salat, sko. Já, það sem að mér finnst alveg magnaðast er áferðin, sko, og bara tilfinningin. Já. Eins og þú segir, Bræði líka.
eins og segir með líkamann sko, þarna ertu ef ég vissi ekki að þetta veri veganostur þá hefði ég bara borðað þetta sem ost bara, og það er aldrei, mér er ekki dottið í huga að þetta væri eitthvað annað en bara mjólkurostur sko. Þetta, eins og við séum, markmið okkar að bara gera gott stöf. Já, Það bara gott stöf. ég þú ert aðeins búin að ná þú ert búin að því ég hef oft pælt í þessu bara, það er bara svo margt, þú veist slaft í þessu vekand og slimnar og maður svona smá viðkynni bara fordóma Já, það er fordómar. Já, bara Já. gagvart einhverju svona sem einhver matrislumaður sem elskar kjöt og allt þetta bla Já. Þetta finnst mér geggjað og auðvitað ámaður að fara í þessa átt, þú veist að þróa þessa hluti lengra og við erum kannski bara búin að vera styttra komiðin á Íslandi veganmatur heldur maður gerir sig grein fyrir af því að þetta er virkilega gott Takk fyrir það. Já. og vonandi bara fer maður að sjá meira af hágæða svona vegan stöfi sko því að eins og ég segi, ég er glaður borðað þetta Æðislega, takk. Og þú ert að semja á konuna hans fyrst. Hún er með hann greinilega, þú veist. Hún er vitið mig. Já, hún vil ekki fleiri osta. Já. Ekki Jú, jú. tegundir, sko. Jú. Og hún veit það. Já, hún er skynsemi mín. Já, Já, núna klárum við þetta og svo næst. Af því að það þýðir ekki sko að fara í spretthlaup og taka tango í leiðinni sko. Nei, það er mjög skrítið tango, sko. En samt, þú veist, það getur verið entertaining. Ég var alveg til í að sjá það. já Þannig að það er bara stefnan er sett á tunglið Það er bara, já, Mars. Já, Ekki? já, Mars, já, 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 ég svartkvít tattu á mass. Já, það fer vel sko, Já. á rauðu. Já. Ertu með eitthvað sem þið langar að koma á framfæri hérna fyrir þá sem eru að hlusta? Ég vil bara þakka kærlega fyrir yndislega móttökur sem við höfum fengið, bæði líka hér frá ykkur og það vantar samt eitthvað í hérna. Ég Jú. sagði- Já, Það vantar gleði eftir. já, vant að gleða En jú, það sem að mig langar að segja á lokunum sem að er bara, já, er ágætis svona slagur okkar í Lifefood. Það er, munum það bara að vera besta útgáfana sjálfum okkur. Við erum góð, betri og best við hvort annað. Og það er bara yndislegt. Látum ást, ana, dreifast. Já, hlaupa eins og tango-dansari. Já. Ég held að þetta sé bara fullkomin loka orð og takk kærlega fyrir komuna, takk fyrir að lefa mér að smakka þessar geggjuðu vöru sem úr með. Frábæra vörur. Og- Mælu með. Takk Já, fyrir. ég er svo sannlega að mæla með og bara allir sem að ætla að fara að rífa kæft fara að smakki þetta fyrst. Já, Yndislega. Yndislega. já. Takk fyrir komuna. Takk hérlega.